Komið sælir áhorfendur góður og verið velkomin með okkur að Ásvöllum í Hafnarfirði. Hér stór dagur í handboltanum framundan. Framarar geta orðið Íslandsmeistarar í 10. skipti í sögu félagsins. Með mér eins og oft áður í vetur Reynir Þór Reynisson og Harpa Melstedt. Það gekk mikið á í síðasta leik og ekki síst í eftir leikinn í allri umræðu. Dómararnir voru þar áberandi. Við skulum byrja á því að heyra hvað þjálfara liðana Aron Kristjánsson og Einar Jónsson höfðu að segja. Einar Jónsson, laugardagurinn 4. maí, hljómar þetta ekki eins og ágætis dagsetning til að verða Íslandsmeistari? Jú, hérna, það er svo sem alveg hvaða dagur eða hvar maður er, það er alltaf gaman að vera Íslandsmeistari. Við reynum að kannski fyrst og fremst einbeita okkur bara að leiknum og hérna reyna að ná fram góðri frammistöðu og svo verður bara komið ljós hvort það dugar í dag eða ekki. Hvernig finnst þér svona hafa gengið að koma spennustiginn á réttan stað þegar bikarinn er svona nálægt? Jó, það hefur bara gengið held ég ágætlega. Þetta er svo sem kannski skýrist það ekkert almennilega fyrir en bara hérna við sjáum hvernig liðið verður. Það er svo sem erfitt að segja til það kannski núna stuttu fyrir leik en það er góð stemning og menn eru mjög viljugir og tilbúnir held ég bara í dæmið sko. Dómarumræðan hefur náttúrulega verið mjög áberandi eftir síðasta leik. Hefur hún haft einhver áhrif á ykkar undirbúning? Nei, við hefum ekkert verið að spá í því neitt og þetta svo sem les maður þetta og sé þetta en það er ekki okkar að vera að velta því fyrir okkur. Hefur ykkur skoðun á málinu? Já, ég vil bara segja eitt allavega að Fram er búinn að spila held ég 7 eða 8 leiki með þessa dómara í vetur og við erum búin að vinna 1 leik. Það var í október á móti FH í Kaplakrika. Eftir það eru við sem búin að spila 6 eða 7 leiki með þá sem dómara. Þannig að sú tölfræði segir ýmislegt en að öðru leyti vil ég segja svo sem líka bara það að þetta eru bara strangheiðilegir menn og mér finnst frekar dapurt að ætla mönnum einhvers konar misjaft en öðru leyti svo sem nenni ég ekkert að vera að spá allt of mikið í þessu. Að leiknum í dag, hvað þurfum við að leggja áherslu á til að vinna Haukana hérna í 3. skipti í röð? Já, ég held að sé bara mörgu leyti það sama og við höfum verið að gera hingað til. Við höfum bara verið að ná upp ákveðs varnarleik og sóknarleikurinn er svona þokkalegur, minnst kosti agaður, markværsla fín. Ég meina við erum að berjast og það er karakter í þessu liði. Við getum við svona fínbúsað ýmislegt frá síðasta leik og vonandi tekst það í dag. En það verður bara komið ljós. Þetta er bara alltaf sama formúlan að mörgu leyti. Gerir ráð fyrir að Aron hafi einhverja sérstakari ráðstafanir varðandi Sigur Eggertsson að fara framar og fastar á mótunum? Aron ætlar að gera eitthvað sérstakt á móti Sigga eða? Nei, ég meina við erum bara, ég held að Siggi sé ekkert endilega kannski hann var frábær í síðasta leik og ég var báði leikinn á móti Haukum en við erum með bara svona þokkalega leikmenn aðra í liðinu og nú ef hann nær Sigga strik þá vonum við bara einhver aðrir taki yfir keflinu en það verður bara komið ljós. Gangi ykkur vel Einar. Takk. Já, Aron, við kannski tökum upp þráðum bara frá Einar. Ertu með einhverja sérstakar ráðstafanir gegn Sigga Egg? Nei, við þurfum þetta bara að mæta hann aðeins framar. Við vorum of passífir í síðasta leik á mótunum og það er þetta bara þannig að þú stoppar aldrei allt í leik andstæðingana en við vorum eins og með mörg svör í síðasta leik. Við höfum spila býsna vel síðasta leik, bæði varnarlega og sóknarlega. Þeir þurftu mjög oft að taka svona svoköldu neyðarskot í sókninni í seinni hálfleik. En því miður þá var oft Sigur Eggertsson, Róbert sem huggu á hnútana með sóknarleiknum þá og skoruðu eftir mjög langar erfiðar sóknir, skoruðu samt sem áður mark og gerði það verkum að hélt þeim inn í leiknum þegar svona leið á seinni hálfleikinn síðasta leik. Aldrei skemmtilegt að dómarumræðan verður jafn áberandi hún hefur verið en hefur eitthvað svona það mál að segja svona bara áður en leikurinn hefst? Nei, þetta var svo sem algjör skandallandi frammeðum, það er ekki það en við erum bara einbytt okkur á þessum leik og þetta snýst fyrir okkur að það er bara, við erum búin að vera að safna kröftum og undirbúa sem best fyrir þessa viðureign og takmarkið í dag er bara að mæta kraft í leikinn og spila góðan handbolta. Taugarnar standar hjá þínum mönnum, vitandi að bikarnum í húsinu eða kannski út á bílastæði einhvers staðar og framararnir geta hirt hann í dag? Já, ég meina þetta snýst bara fyrst og fremst okkur að við reynum að ná okkar leik og spilum á krafti og reyna að ná þessu sigri og þú veist, ef framararnir eiga stjörnuleik, það getur kannski lítið átt við það en
við erum staðráðnir í því að koma í veg fyrir það að bikarnum verði lyft hérna á Ásmundag. Hvað er svona sérstaklega helst sem þið þurfum að gera til að koma í veg fyrir það? Við þurfum að spila mjög grimma vörn og þurfum að hraða hlaupinn í baki. Við erum grimmir að láta að hlaupa aftur í vörnina og sóknarlega þurfum við að halda árum að vera áræðinir í hérna þessum 1-á-1 einvíum og nýta okkur þessar glufur sem er í framvörninni því að þeir spila þessa hérna klassísku 5-1 vörn sína. Aron, gangu vel. Já, þetta sögðu þjálfarnir Reynir Harpa, er þetta best að við byrjum bara þessar dómarumræðu þannig að hún getur bara verið frá. Já, alltaf báðu dómarnir í síðustu vikum hafa einhvern veginn verið félagsbundið fram. Hvað fannst ykkur um þetta? Ég, bursið frá því hvort þetta var rétt eða rangt og allt það, þá finnst mér bara að það er ekki að bjóða upp á þessu umræðu. Það á ekki að setja menn sem eru tengdir við þessi félög á þessa leiki þegar svona mikið undir. Við erum að átta okkur á því að það er gríðarlega mikið undir hérna hjá þessum félögum. Bara bjóða upp á þessa umræðu finnst mér bara ekki að það er bara ekki rétt. Þannig að þeir eru bara að sleppa þessu og ég efast að Jónas og Ingvar hafi séu óheiðarlegir. Þeir gerðu þetta eftir sinni bestu samvisku en það á bara að koma í veg fyrir svona umræðu. Einmitt, það eru örugglega mjög fáir sem ætla þeim eitthvað illt í þessu öllu saman en kannski engum greiði gerður með því að stilla þessu svona upp eins og Reynir segir. Nei, ég er sammála Reyni og það er rauninni slæmt að setja þá Jónas og Ingvar, þetta eru fínir strákar og gerðu örugglega sitt allra besta en þeir eru settir í mjög erfið aðstöðu og einmitt þegar leikurinn fer svona þá náttúrulega verður allt brjálað. Kannski óhjákvæmilegt umræðan komið. Já, og hérna, þetta er rangt að mínu skoðun er rangt að setja svona tengda menn á svona mikilvæga leiki eins og Reynir sagði en þetta er búið og gert og þetta verður ekki skils mér þar sem eftir að þessari keppni. Já, Anton Gylfi Pálsson og Hlynur Leifsson okkar besta dómar para að flestra mati dæma leikinn í dag. Já, ég held að þessi rétt að þeir eru mjög góði dómarar og ég vona þeir eru í góðan leik í dag eins og bæði liðin. Von er káningur, þannig að það verðum alveg að segja þarna. Já, það er alveg öruggt að það er hlutleysi þar á ferðinni eins og var að sjálfsögðu líka í Safamýrinni en þessi staða sem Haukar eru komin í, þetta hefur aðeins einu sinni gerst að lið sem er lent 2-0 undir standa upp sem Íslandsmeistar. Það gerðist árið 2002 þegar Káa náði svo að leggja Val í oddaleik í Valsheimilinu. Er þetta mögulegt fyrir Haukarna að koma tilbaka úr þessu? Já, þá er þetta bara heldur betur áskorun fyrir Haukarna að snúa þessu við. Þetta er ekkert búið. Þú veist að vinna hérna í dag, þeir spiluðu bara vel í síðasta leik og þeir geta unnið hérna í dag og þeir geta alveg farið í Safamýrina og unnið aftur og svo í þriðaskiptið. Þetta er hvergi nærri búið. Þú veist, þeir framhaldið þurfa að vinna einn leik í viðbót. Sá leikur er ekki kominn, þannig að þeir geta ekki fara að fagna strax. Alls ekki. Ég hef sjálf persónulega prófað þetta, að bæði að vinna 3-0 og svo hef ég líka verið 2-0 undir og orðið Íslandsmeistari og ég held að sá Íslandsmeistaratill sé eitt sá sætasti eftir að hafa verið 2-0 undir, þannig að það er allt hægt í þessu. Haukarnir þurfa bara að einbeita sér og finna sinn leik og koma hérna brjálæðir í dag. Ef þeir vinna í dag þá er þetta allt opið upp á gátt ennþá, það er bara nokkuð ljóst. Heldur betur, Reynir, Haukarnir eiga náttúrulega Aron Rafn Eðvarsson við inni. Já, heldur betur og hann verður að stíga upp til þess að Haukarnir ætla að ná þessu. Þá verður Aron að stíga upp. Hann hefur verið svolítið brokkingur í vetur. Mér hefur jafnvel fundist að hann er betri með landsliðinu ef eitthvað er. Hversu undarlegt sem það hljómar. En hann verður að sýna meiri stöðuleika á. Það býr meiri í honum og hann verður bara að stíga upp. Aron Rafn, hann hefur... Já, hérna er þetta maður sem hefur heldur betur fundið sig og sérstaklega í síðasta leik Árni Steinþórsson. Hann er með einhver 18 mörk í þessari úrslitakeppni og helmingur er að koma í síðasta leik. Auðvitað eru lið sneisa fullt af frábærum leikunum, þetta Haukalið. Það er engin spurning. Árni Steinn var frábær í síðasta leik og það gladdi mitt Haukahjarta að sjá hann stíga svona upp að það voru ekki allir að finna sig og þá kemur hann og bara bjarga málunum eða svona segja ekki alveg nóg en samt átti frábæran leik. Ef hann á svona góðan leik í dag og fleiri þarna, við eigum alveg fullt af leikmönnum hann inni. Ekki spurning. Og ef við kannski horfum aðeins á framliðu, fáum hópinn og þeim á skjáin, það eru náttúrulega fjöldin allur af góðum mönnum og mjög margir þannig sem hafa orðið meistarar eins og reyndar í Haukaliðinu. Jóhann Gunnar Einarsson er markaðistur úrslitakeppni með 34 mörk og þrátt fyrir að eins og oft áður steli Sigurður Eggertsson senunni, hann átti náttúrulega stórkostlegan leik síðast. Þeir hljóta samt að geta gert meira til að stöðva þessu undanhendaskotans. Já, ég get ekki verið meira sammálaður því að Siggi, hann er ekki að finna þessi skot upp núna í úrslitakeppninni. Hann er búinn að skjóta svona í mörg ár og þetta eru hans skot, helstu skot.
Og ég var alveg mjög hissa á að Haukarnir skildi ekki bregðast við þessu að taka skref út í hennar, stígar hreinlega bara hérna fyrir hendina á honum og stoppa þetta því að hann var að skora trekk í trekk alveg eins mörk. Þetta er maður kannski sem nærist ekki jafn mikið í sviðsljósinu en er engu síður mikilvægur fyrir þetta lið. Jóhann Gunnar, já, hann er mjög mikilvægur og þeir eru kannski 3 leikmenn hérna sem eru svona líki leikmenn, já, það er Jóhann, Róbert og Sigurður. Svo náttúrulega getur Maggi dott í mikið stuð en þetta eru svona þeirra mikilvægustu menn og þessi leikmenn, allir þessi 3, þeir hafa allir það sameiginlegt, þeir hafa alveg gríðarlegan leikskilning. Það er erfitt að spila á móti, þeir skilja leikinn svo vel, þannig að ef að þeir eru að fara að gefa eitthvað eftir núna þá svona líst mér ekki alveg nógu vel á það en við skulum sjá til hvort það sé eitthvað í tankinum hjá þeim. Þeir eiga það reyndar líka sameiginlegt að enginn hefur nú sloppið alveg meiðslalaus í gegnum ferilinn sinn. Fer þreytan að segja til sín núna hjá þeir eru svo rosalega mikilvægir þessir 3. Hún gæti gert það og það er náttúrulega mæðir rosalega mikið á þessum 3 leikmönnum og eins og þau voru að tala Siggi er náttúrulega búinn að vera frábær í þessum leikjum og óskiljanlegt að Haukarnir hafa ekki getað stoppað hann betur en það verður aftur honum til hrós, hann er frábær leikmaður og hann er gríðarlega snöggur á fótunum og margir af varnarmönnum Hauka eru frekar þungir og stórir þannig að fá svona snöggan leikmann á móti sér er ofta ekkert grín eins og hefur við séð í sig en þeir eiga alveg að geta stoppað hann. Sigur Eggertsson hefur gefið út að þetta sé vonandi hans síðasta leikur og hann ætla að hætta eftir þetta tímabil. Já, það var náttúrulega frábært fyrir hann að hætta með titli, hann er búinn að vera alveg frábær í vetur og fyrir auðvitað að vera góð leikmaður, þá náttúrulega kryddar hann leikinn töluvert og gaman á hann, þannig að það er svona hægri sjónvarpssveitir á honum. Við sjáum Anton Gylfa og Hlyn, þeir hafa látið umræðu síðasta daga líklega sem vindu meiri þjóta og eru mættir hérna með flauturnar og spjöldin í vasanum. Já, við sjáum líka bara svipnum á tóna, hann er ekkert að vera að láta eitthvað svona trufla sig. Alls ekki. Bæði liðin geta orðið Íslandsmeistari 10. skipti núna, en kannski svolítið frábrugðið hjá liðunum hvenær þessir titlar hafa komið. Haukar hafa algjörlega eignað sér síðustu 10-13 ár í íslenskum handbolta. Það er frábær saga undanfarin ári á Haukunum og Framararnir eiga gríðarlega góða sögu líka eins og segið það bara lengra síðan og sumir segja að Framararnir séu orðnir hungraðri heldur en Haukarnir en samt sem áður ætti bæði þessi lið að vera gríðarlega hungruð. Ég meina þeir unnu ekki fyrra, þú veist þannig að ég gerir ráð fyrir að þetta verði bara þvílík barátta. Síðast titill hjá Fram kom 2006 en þar á undan 1972 þannig að það hlýtur eins og Harpa segir að vera meira hungur hjá Frömmum. Ég held að hljóti bara að vera mikið hungur hjá báðum liðum en nú eru Framararnir komnir svo nálægt þessu að þeir hljóta að vera alveg ég trúi ekki öðru en að mæti hérna dýrvitlausir í dag. Það er alltaf öllu til gjalda hérna ásvöllum, ljósasjói komið í gang, allt eins og það á að vera. Það er verið að kynna lið heimamenninn og þarna sjáum við Aron Rafn Eðvarðsson. Reynir, hvað fer í gegnum huga markmönnum þegar það er ekki alltaf gangu og hann veit að hann á meir inni. Hvernig er best að rífa sig upp á því? Það sem er kannski hættan ef það gengur ekki nóg vel þá fer maður að hugsa of mikið og vera of meðvitaður. Bestu leikirnir hjá leikmönnum eru vanalega þegar maður bara dettur í argleymið og gleymist það á stund og veit ekki af neinu. Og það sem Aron verður bara að gera það er að finna rétt spennustig og bara svona eins og við köllum það, detti í sónið og argleymið. Sigurbergur Sveinsson, þeir eiga hann nú ennþá líka inni að mínum mati minnstakosti. Já, ég býst við að Beggi í góðan leik í dag og ég hugsa hann sé ekki alveg sáttur við sitt framlag. Hann er kannski ekki búinn að vera slakur en maður hefur síðan bara svo mikið betri. Með mjög háan mælikvarða fyrir sjálfan sig. Já, alveg klárlega. Ég meina frábær leikmaður þegar hann er í góðu stuði og ég sakna svona að það vantar aðeins ekstra hjá honum og ég held að það kom í dag. Að vísu, hann er náttúrulega að stíga upp í erfiðum meiðslum, hann er búinn að vera í hnjámeiðslum og er svona að koma hægt og róla upp úr þeim. Ég finnst að vera svona stígandi í honum. Hann ætlaði alltaf bara að koma inn eftir erfið meiðsli og fara strax á sama stig og hann var. En það kannski gengur ekki alveg svolítið fyrir sig. Nei, ég held að leikmenn sem lendir svona meiðslum verða bara átt að sjá því. Þetta tekur tíma og hann má ekkert vera að svekkja svo á hlutunum. Þetta er bara, það tekur bara lengri tíma heldur en menn gera sig grein fyrir að ná sér út úr svona meiðslum. Það hefur verið mikill taugatitringur í þessu einvígi. Aron og Einar voru báðir komið með gult spjald á bekkinn. Innan 6 mínútna í síðasta leik. Já, það fylgir bara og það gerir þetta líka svolítið skemmtilegt að fá smá hasar í þetta meðan að enginn er að slasa sig eða slasa hvern annan þá er þetta nú allt í góðu venjulega. Mér finnst alltaf svolítið gaman þegar smá hasar í þessu og ef allt enda vel.
eins og maður segir. Akkurat, þegar allt fyrir fram innan siðsamlegri markað, þá held ég að allir hafi nú bara gaman að því. Já, þeir voru nú byrjar að öskra hvern annan hérna í síðasta leik, Aron og Einar. Það er bara gaman. Og strax komin í léttar kynntingar hérna í viðtölum. Já, það er gott samband á milli þeirra. Þetta svona á þetta bara að vera. Menn mega alveg öskra hvern annan meðan leikurinn stendur og svo er það bara gleymt þegar leikurinn er búinn. Þú hefur verið að þjálfa, Reynir. Hvernig stilla þjálfara spennustig fyrir svona leiki? Það er rauninni bara að því meira sem þú gerur hlutunum, því stressaðri verða leikmenn og þannig að þú verður svona að reyna að finna svolítið svona milliveginn í þessu að vera ekki að einblína of mikið á titilni eða eitthvað ákveðið atriði. Þannig að það eru svona ýmsir hluti sem að þjálfara nota til þess að stilla spennustíð en svona eins og ég hef reynt að gera þá er það bara einblína ekki of mikið á einhvern ákveðin hlut og vera ekki að gera of mikið úr hlutunum. Sama gamla halda, þú hefur farið gegn gríðarlega spennu leik að þínu ferli Harpa að reyna að halda kannski sömu rútínu og leikdegi til dæmis. Já, maður alveg hjátrúarfullur, alveg margir hverjir gera allt eins, reyna að breyta ekki of miklu, alls ekki að mynda að fara eins og Reynir að segja, þú veist bara reyna að halda svona halda í taktinum og halda rónni og vera ekki of stressaður eins og Haukarnir núna, þeir eru náttúrulega komnir algjörlega upp í vegg. Þú veist, ef þeir byrja hérna með eitthvað paník í, þú veist, þá fer þetta náttúrulega bara ekki vel, það er bara þannig. Þeir eru komin algjörlega upp í vegg, örstuðt að spá bara rétt ára við hendum upp á Einar Örn. Já, ef við ekki að segja bara 27-24 fyrir Haukarna. Við viljum náttúrulega fá meiri í handbolta, þannig að þetta má ekki vera búið í dag. Harpa? Ég ætla að sleppa tölunum en ég segi bara áfram Haukar. Það er Haukar sigur Einar Örn, ég veit ekki hvort það sé sammála því en hann ætlar alltaf að lýsa þessum leik. Takk fyrir það, Haukur. Ég ætla nú ekki að vera að spá neinu. Ég spáði bara að við fáum hér hörkugóðan og vonandi spennandi handboltaleik, hvernig sem að hann fer nú á endanum. Staðan er eins og öllum ætti að vera kunnugt 2-0 fyrir Fram. Unnu fyrsta leikinn hér á Ásvöllum á mánudaginn var 2018 og svo á miðvikudaginn í Safamýri 35-30 eftir 2 framlengingar. En þessi leikur er farin af stað og það eru Haukar sem byrja með boltann í sínum rauðu búningum. Framarar í bláu, ekkert varabúninga vesen þegar þessi tvö lið mæta. Sigurbergur Sveinsson á miðjunni á Haukum núna. Væntanlega skiptum stöðu við Tjörva Þorgeirsson sem er vinstra megin, Árni Steinn Steinsson hægra megin núna. Jón Þorbjörn Jóhannsson kemur út af línunni, fær boltann. Fyrsta kerfið farið í gangi á augunum. Sigurbergur, Tjörvi lyftir sig upp, hættir við að skjóta. Árni Steinn út í hornið á Gylfa Gylfason. Gylfi inn á línuna á Jón Þorbjörn sem skorar fyrsta markið í þessum leik. 1-0 fyrir Hauka og guldspjaldað auki á Róbert Aron Horster fyrir þetta þarna. Jón Þorbjörn Jóhannsson, öflugur línumæður komst í landsliðshópinn á dögunum og leikur fyrir aftan í 5-1 mörk Haukana. Sigur Eggertsson á miðjunni, Jón Gunnar Einarsson hægra með boltann núna og Róbert Aron Horster tekinn föstum tökum. Árni Steinn gekk langt út í Róbert þarna. Haukarnir ætla sér væntanlega að reyna að loka á að Sigur Eggertsson komist allt og nærri markinu til að geta tekið sín eitruðu skot. Hér er Sigurður með boltann, Freyr Brynjarsson til varnar, Jóhann Gunnar og Róbert aftur sama kerfinu sáum áðan. Stefán Baldvin Stefánsson í vinstra horninu, sækir að vörninni og reynir skot og skorar mark. Inn fer boltinn í gegnum Aron Rafn Eðvarsson. Haukar taka miðjuna hratt. Tjörvi, Sigurbergur yfir á Árna Steinn. Hann fer fram hjá Ægir Hrafni í gegn. Magnús Gunnar Erlendsson ver skotið og svo dæmt aukakast á Freyr Brynjarsson. Framararnir þá komnir í sóknina. Róbert Aron yfir á Sigurður og Jóhann Gunnar. Hann fyrir gegn og skorar annar mark framararna. Vel spilað hjá Fram. Boltinn gekk hratt manna á milli og guldspjaldað auki á Árna Steinn. Boltinn gekk hratt og endaði hjá Jóhanni Gunnari. Skilaði þessu samviskusamlega í netið. Jóhann Gunnar búinn að skora 35 mörk núna í úrslitakeppninni. 7. leikurinn sem Framar að spila þar. Sigurbergur gerir hér árás á Jóhann Gunnar, nær ekki að koma boltanum út í hornið á Frey. Ólafur Jón Magnússon aðstoðaði Jóhann Gunnar þarna við brotið á Sigurbergi. Sigurbergur aftur, lyftir sér hátt upp.
Ægir út á mótunum og nær að trufla hann. Áfram heldur sókn Haukana. Átni Steinn driblar að og sækir svo á. Lendir í vandræðum, kemur boltanum á Sigurberg og gullspjald á loft á Ægi. Þá fá Haukar nýja sókn. Við erum ekki að hafa áhyggjur af því að höndin fara á loft. Alveg í bráð hjá dómarunum. Tjörfi sækir sjálfur með lúmskot og skorar. Tjörfi Þorgeirsson jafnar metin í 2-2. Framar að taka miðjuna hratt. Jón Gunnar, Sigurður og Róbert Aron kemur býsna nærri markinu, lyftir sig með skot og skorar auðvelt mark. Róbert Aron Holstedt. Haukar steinsofandi í vörninni. Róbert, hann er steinhissa á hann komið svona nálægt. Róbert er hættulegur fyrir utan puntalínuna og þá er þetta nú nánast bara eins og hraðarhlaup fyrir hornamann þegar hann kemur svona nálægt. Sigurbergur og Tjörfi yfir á Árna Stein. Árni sækir inn á miðuna, yfir á Sigurberg. Finn ekki opnun á framvörninni og hér finnur Freyr Tjörfa. Tjörfi með skoti yfir markið en fær vítakast. Anton ekki nokkrum afa, kemur Tjörfi og Jón Gunnar stuggar þarna við honum og vítakast dæmt. Magnús Gunnar til varnar gegn Gylfa sinni. Það gerir Gylfi á vítalínunni og Gylfi setur boltan undir Magnús Gunnar og skorar. Jafnametin í 3-3. Fátum varnir hér í upphafi leiks. Gylfi beið þarna eftir að Magnús hoppaði. 6 mörk komin á 4,5 mínútur. Sigurður Eggertsson sækir hér gegn Frey og röltir fram hjá honum og fyrir gegn og skorar. Auðvelt mark fyrir Sigurð Eggertsson. Freyr Brynjarsson stóð alveg límdur, Haukarnir brunastaði í sóknina. Dæmdur ruðningur á Jón Þorbjörn og svo gult spjald á hvern á Jóhann Gunnar. Við sjáum þetta hárréttur dómur. Sigurður nær að planta sér þarna fyrir og gult spjald svo á Jóhann Gunnar fyrir brotið þarna á undan. Framar þá búnir að fá 3 gult spjöld og þar að 4 út af. Svo fyrsta sóknin sem fer forgörðum í þessum leik. 5 mínútur liðnar. Sigurður, Róbert yfir á Jóhann Gunnar. Sigurður hleypur inn á línuna og út í hornið á Stefán Baldvin og Jóhann Gunnar fær hér býsna mikið pláss. Freyr kemur út á mótunum en of seint. Jóhann Gunnar skorar annað markið sitt og kemur framvörum í 5-3. Haukar taka miðuna hratt sem vil. Sigurbergur, Tjörfi og aukarkast dæmt á Jóhann Gunnar og þá hér sitthvort tiltalið Jóhann Gunnar og Sigurbergur. Ekki marka munur framvörum í vil á upphaldsmínútunum. Tjörfi og Árni Steinn yfir á Sigurberg. Sendingin ekki góð og beint út af. Framar að vinna boltan og brunastæði sóknina. Jóhann Gunnar, Freyr til varnar. Jóhann yfir á Sigurð Eggertsson og Róbert Aron sækir gegn Árna Steini og Sigurður róar leikinn svo niður. Á skynsaman sóknarleik Sigurð Eggertsson og ef eitthvað orð lýsir sóknarleik Framara í þessari úrslitakeppni best þá var það einmitt skynsemi. Róbert inn á Harald Þorvaldsson, hann í frömmunum á Jóni Þorbirni sem fær gult spjald. Matthías Árni Ingimarsson kominn inn í vörninni hjá Haukum. Jón Gunnar yfir á Róbert Aron. Róbert sækir lyftir sig með skoti, kemur boltanum á Harald og Haraldur við það að koma boltanum áfram í Jón Gunnar en búið að dæma aukakast. Haukar búin að skipta vörn þarna í 6-0 vörn. Sigurður Eggertsson með skot sem að Matthías Árni Ingimarsson nær að verja. Boltinn hafnar svo hjá Aroni. Sigurbergur, Árni Steinn gegn Stefáni Baldvini yfir á Tjörfa. Gylfi hlaupinn inn á línu og Haukar róa þá leikinn niður. Ekki mikil þolinmæði hjá Aroni gegn Gagvart. Þeim vörninni sinni búin að skipta yfir í 6-0 strax. Haukar unnu boltan. Tjörfi yfir á Árna og hleypur svo niður línuna. Sigurbergur gegn Ægi og fær hérna hönd í andliti og 2 mínútna brottvísun á Ægi Hrafn.
Búinn að fá guldspjald, Ægir. Óviljaverk, klaufaleg kannski frekar. Þarna hægri höndin á honum fer í andlitið á Sigurbergi og Ægir fær að hvíla sig í 2 mínútur. Sækja Haukar einum fleiri. Jón Þorbjörn límir sig á Ólaf Jóhann. Kemur Sigurbergur og sendir boltan út í hornið á Freyr Brynjarsson og hann fyrir gegn og skorar. Snögg sending hjá Sigurbergi, undar býsna laus, en út í hornið fór hann frá því að sendingin hafi verið ætluð Jóni Þorbjörni. Haukamönnum væntanlega slétt sama hverjum sendingin var ætluð, hún endaði hjá Frey og í netinu og staðan 5-4. Stefán út úr horninu, sækir Ólaf. Jón Gunnar kominn inn á línuna sömuleiðis. Róbert Aron á Jóhann Gunnar. Róbert gegn Jóni Þorbirni. Og Róbert þarna fengið höndina frá Jóni á nefbrotinn. Aðeins aukakast þeim. Jóhann Gunnar keyrir inn í vörnina, fær annað aukakast. 1 mínúta og 5 sekúndur þar til Framarar eru með fullskipa lið. Leifsson, dómari messar hér yfir varnarmönnum Hauka. Róbert Aron kemst ekki fram hjá Sveini Þorgeirssyni. Hreyfanlegir Haukarnir núna mættir 2 og 3 á hvern Framara sem sækir. Róbert yfir á Jóhann Gunnar, hann kemur á ferðinni og Matthías Árni nær að brjóta á honum á síðustu stundu. Það gera fáir betur en Jóhann Gunnar Einarsson kom á móti boltanum og í eyðuna. Stilla Framara upp fyrir Róbert, hann lyftir upp með skoti fyrir vörninni og aftur fyrir 37 sekúndur þar til Framarar eru með fullskipalið, búin að ná að spila hér býsna lengi. Ólafur Jóhann, höndin komin upp hjá dómarunum. Jóhann Gunnar, Róbert Aron með skotið. Matthías Árni kastar sér fyrir þetta og ver skotið boltinn út fyrir. Nú fá Framarar sennilega ekki mikið meira en bara þessa sendingu. Og hér kemur, Stefán Baldvin ætlaði að senda Ólaf Jóhann. Aron Rapp komst á milli og hitti þennan bolta. Haukarnir bruna þá í hraðahlaupi. Sigurbergur fer sjálfur og skorar. Sigurbergur Sveinsson jafnar metin í 5-5. Þegar rúma 9 mínútur liðnar þessum leik. Og Jóhann Gunnar ekki fjarri því að ná að fiska ruðning hérna á Sigurberg, en netið fór boltinn. Jóhann Gunnar og Sigurður Eggertsson skiptir stöðu við Róbert Aron. Róbert Aron á miðjuna, Matthías Árni til varnar. Eggertsson vinstra megin, mikil barátta inn á línunni. Róbert Aron með skotið og Matthías Árni nær að draga mesta kraftinn úr því en inn fer boltinn engu að síður. Annað markið hjá Róberti Aroni. 10 mínútur liðnar af leiknum fyrir þarna í vörnina og Aron, ég veit nú ekki hvort hann ætlaði að grípa þennan bolta eða hvað. Inn fór hann. Már Halldórsson kominn inn á í hægri skiptustöðuna hjá Haugum. Jón Þorbjörn, Eljar og Sigurbergur Sörvi kominn vinstra megin, sendingin inn fyrir aftan hann og gerir hann aftur árás og Freyr yfir á Elías, Elías út í hornið á Gylfa sem fyrir gegn og skorar. Þarna fékk sóknarleikur Haugana að flæða. Framarar náðu hvergi að setja stopp. Svo síður tiltölulega þröngt færi sem að opnaðist þarna fyrir Gylfa. En er jafnt 6-6. Sigurður Eggertsson. Róbert Aron. Yfir á Jóhann. Róbert aftur og Jóhann Gunnar kemur aftur fyrir, hætti við að skjóta. Yfir á Sigurð og Jóhann Gunnar aftur kominn nálægt. Aftur hættir við að skjóta og aukakast og dæmt. Róbert Aron með snöggt skot og skorar. 3 mörk kom inn hjá Róberti Aroni Holster. Eldsnöggur að skjóta, Haukar skotfastur og hittinn. Það er yfirleitt uppskrift að góðum og mörgum. Sigurbergur og Sörvi. Jóhann kemur út fyrir aftur. En sjáum við samangerði hjá Gunnar Elías, Sörvi og Sigurbergur gegn Jóhanni Gunnari. Sigurbergur með snöggt skot sem fer í stöngina og hafnar hjá Haugum.
Áfram heldur sóknin, Freyr farinn inn á línu, Tjörvi, Sigurbergur, Elías Már, upp í hornið á Gylfa og Sigurður Eggertsson brýtur svo á Gylfa. Styttist í að höndin farið á loft hjá dómurunum. Elías, Tjörvi og Sigurbergur. Sigurbergur inn á Jón Þorbjörn, Jón Þorbjörn snýr sér í gegn en Magnús fer frá honum með vítakast á Ægi og Jóhann Gunnar brutu þarna í sammenningu. Þorbjörn snýr Ægi af sér og Jóhann Gunnar inn í teiknum. Magnús Gunnar öðru sinni gegn Gylfa Gylfasinni á vítalínunni. Og Gylfi skorar aftur. Setur hann þarna býsna nærri höfðinu á Magnúsi. Þriðja marki á Gylfa, 2 af vítalínunni. Skoraði 6 mörk í síðasta leik. Gylfi ekkert í fyrsta leiknum, þá var hann í banni. Það er 7-7. 14 mörk á 13 mínútum. Sigurður og Jónatan Jónsson kom inn og Róbert Aron með skoti að þessu sinni er það framhjá markinu. Jónatan Jónsson kominn inn í sóknina hjá framurinn þarna til að hvíla Jóhann Gunnar. Þá geta Haukar komist yfir. Já, í fyrsta sinn sé að það var 1-0 hér eftir fyrstu sóknina. Sigurbergur og Tjörvi slittar stöðu, Gylfi kemur út og sækir Sigurberg. Sigurbergur hátt í loftum með skot, það er framhjá markinu sömuleiðis. Magnús fljótur að koma boltanum í leik. Jón Arnar fyrir fram, Sigurður og Róbert Aron. Og Matthías nær að brjóta Róberti, áfram heldur sóknin, slæm sending frá Sigurði Eggertsinni. Haukarnir vinna boltan og Tjörvi brunar af stað í hraðahlaupið. Tjörvi Þorgeirsson en vel gert hjá Jón Arnari Jónssoni, braut þarna á Tjörva og fær 2 mínútna brottvísun. Harður dómur. Það er þarna slá boltan úr höndunum á honum. Ekki mikil snerting. En kannski menn á mikilli færum. Það lítur þótt verður út ef það raunverulega er. Önnur brottvísunin á framliðið. Þorbjörn fer aftur á sinn stað. Úti á hægri hornamanni Framara. Tjörvin á línuna og Sigurbergur aftur út í hornið á Frey og Frey stekkur langt inn og skorar. 2 mörk hjá Frey og Haukar eru komnir yfir 8-7. 2 mörk í röð frá þeim. Eftir Ólafur Jóhann, línumann Hauka, full klátt hinna miðunni. Það er ekkert fyrir hornamann í þessari stöðu að gera annað en að passa upp á að hornamaðurinn hinn fá ekki boltan. 8-7 fyrir Hauka, 14,5 mínúta liðin að þessum leik. Jón Gunnar og Sigurður Stefán Baldvin semur út úr horninu og sækir Ólaf Jóhann sem sækir Róbert Aron. Hann lyftir sig upp með skot og aftur hittir hann ekki markið. Aron Rapp kastar boltanum beint fram á Frey. Freyr fyrir alla leið og skorar. 9-7 fyrir Haukana. Björn Björnsson kominn í markið hjá Fram og nær ekki að verja þetta skot frá Frey Brynjarsinni. Björn var nú einmitt Íslandsmeistari í tvígang með Haukum 2004 og 2005. En stendur núna í marki Framara fyrir hálfgjör hálfnaður. Sigfús Páll Sigfússon kominn inn á. Jóhann Gunnar hendur áfram í sókninni. 35 sekúndur þar til Framarar eru með fullskipalið. Sigfús Páll, Gísli Jón Þórisson í vörninni á Haukum og kemur skotið frá Jóhanni Gunnari. Aron Verða og boltinn var ekki langt frá því að skoppinn. Sjáum á svipnum á Aroni. Hann hefði nú sennilega skipt sjálfum sér út af þessi farið af honum og í netið. Fyrsta skotið sem Aron ver. Sigurbergur lyftir sig upp yfir á Elías Má, sendinginn full aftarlega fyrir Elías. Á framstilla Haukarnir. Sigurbergur lyftir sig upp og skýtur sjálfur og skorar. Annar markið á Sigurbergi Sveinsinni. Staðan 10-7 fyrir Hauka. 4 mörk í röð frá Haukum kominn hér. Vissulega fyrir þeirra einum fleiri. En nú eru Framarar afturkonur með fullt skipalið. Töpuðu 3-0 einum færi. Sigfús Páll heldur áfram í sókninni, sækir hérna vörninni. Sigurður, Jón Gunnar, Sigurður aftur, kemst á sitt upp á svæðin, reynir að senda á línuna. Það gengur ekki, Haukar bruna í hraðahlaup. Freyr Brynjarsson og Freyr skorar.
4 mörk hjá Frey og Haukarnir komnir með 4 marka forystu. Það allt og mikið fyrir nafna minn Einar Jónsson á varamannabekk Framaranna. Vænbyrta sem að Freyr fékk hana með ljósmyndaranum. Robby kemur aftur inn, Siffi fyrir á miðjuna, Jói bakvörður. Spilum aðeins þetta 7-na, förum í 5-na breytt. Erum við á því? 5 breytt aðeins. 5 breytt, byrjum á því. Förum svo 7B, Halli verður að Robba. 7B, já, 7B hjá Robba. Sákar, við verðum að vera skynsamari. Við verðum að miklu fljótar tilbaka hérna. Það eru 2 mörk, Óli, Jói. Herru, varnalega. Það þétt okkur. Ráttar fara breytt. Ekki verið neitt, það er bara hérna. Sákar, þeir eru að berja okkur hérna. Við fáum ekkert. Við fáum ekki neitt á dómarónum. Bæli er að borga sig fyrir Hauka. Við verðum að halda Haus að spila á Já, ég held að bæsbóður hefði minnst ábyrgð. 11-7 fyrir Hauka. Svo erum við að Framarar að spila 5 breytt fyrst og svo 7B. Þá fáum við að sjá hvað það þýðir. Sigurður Eggertsson fær að hvíla sig eða reynilega bara tekinn út af, búinn að kasta boltanum til þess að frá sér. Kemur Róbert Aron, stingur niður áður en hann fer í stökkið. Það tók tempóið aðeins úr þessu hjá Róberti og svo brotið á honum í kjölfarið. Róbert Aron yfir á Jóhann Gunnar og fær boltan aftur og kemur á ferðinni, klippir við Jóhann Gunnar sem hætti við að skjóta. Sigfús Páll brotið á honum. Ega í pínu vandræðum Framarar. Sigfús Páll yfir á Róbert, Jóhann Gunnar. Sigfús Páll aftur höndum kominn á loft hjá dómarunum. Jóhann Gunnar með skotið, það í þverslána og svo hátt í loft upp. Hafnar hér í bita upp í lofti og Haukar eiga innkast. Kannski ekki akkurat skotið sem Framarar voru að leita í þessari sókn. Þeir voru komnir í betri skotstöður fyrr í sókninni en hikuðu þá. Mér skilst að Aron Rafn hafi haft hönd á boltanum. Þá hefur nú Framarar átt að eiga þetta innkast. En hér stelur Róbert Aron boltanum en óöppinn missir hann naumlega út fyrir. Aron hafði þarna fingur á boltanum að hann fór upp í loft. Matthías Árni á línunni og sækir hér Elías Már. Róbert Aron nálægt í að stela boltanum aftur. Höndin komin upp hjá dómaranum. Tjörvi með glæsilegt skot. Tjörvi Þorgeirsson sýnir þarna fyrirtaks skottakni. 5 marka munur. Haukum í vil fram hjá Jóhanni Gunnari og upp í nærhornið. Sama hverjir í markinu, maður getur ekki ætlast til þess að markmenn taki þessa bolta. 12-7 er staðan. 5 marka munur, Haukum í vil. Sigfús Páll og Jóhann Gunnar, þarna var Haraldur að losna á línunni. Róbert Aron kemst ekki fram hjá Gísla Jóni. Heldur betur fjast vörn Haukana eftir að duttu niður í 6-0. Jóhann og Sigfús Páll. Yfir á Jóhann Gunnar. Jóhann Gunnar lyftir sér upp en ætlaði sér aldrei að skjóta markið þarna og missi boltan hreinlega. Haukarnir í hraðaplöf. Gylfi Gylfason, 1 gegn Birni Viðari og Gylfi skorar. Framarnir allt og hikandi í sóknarleiknum. Þá var þetta afleiðingin af því boltinn gefinn til Haukana nánast. Og Gylfi og Freyr fyrstir fram. Gylfi kom með 4 mörk þá eins og Freyr. 6 marka munur. 7 mörk í röð hjá Haukum. Róbert Aron. Og Jóhann Gunnar sækir og út í hornið á Stefán Baldvin og Stefán Baldvin lítur að fá vítakast hér, já. Gísli Jón komið þarna inn í teginn og náði ekki að forða sér tímanlega. Stefán Baldvin öruggur með vítið þarna. Jóhann Gunnar á vítalínu og hann skorar 3. markið frá Jóhanni Gunnari.
Það að höggva á nútinn hjá Frömmurum. Þeir voru yfir 7-6 og Haukarnir voru svo komnir í 13-7. En 5 marka munur núna, 13-8. Það er bara 10 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Tjörfi og Mattias kemur út fyrir. Sækir Elías Má. Tjörfi fær boltan aftur og reynir að fara fram hjá Jóhanni Gunnari og gerir það og ekkert dæmt. Framarar fá boltan. Björn kemur honum í leik. Sigfús fljótur að koma boltanum framvöllin. Jóhann Gunnar aftur á Sigfús Pál. Sigfús Pál með snöggt skot. Aron Ver og Freyr kastar sér á boltan og slæðir hann til Sigurbergs. Þriðja skotið hjá Aroni. Það að segja við teljum skotið sem hann hafði þarna fingur á en Haukar fengur boltan. Elías og Sigurbergur. Þorbjörn kemur hér út fyrir hennan í. Sigurbergur sækjar á völdinni yfir á Tjörfa. Tjörfi lýstir upp með skot beint í Ægir. Boltinn svo af Sigfúsi og út fyrir hliðarlínuna og Haukar halda boltanum. Nú vörn hjá Ægir. Tjörfi stillir upp í sóknina yfir á Sigurberg. Sigurbergur inn á Jón Þorbjörn. Jón Þorbjörn kemst á endanum fram hjá Ægir en Björn miðar vel frá honum. Framarar bruna af stað. Stefán Baldvin var frýr frammi en þeir sá hann ekki félagar hans. Þá er það seinni bylgjan, Jóhann Gunnar, Róbert Aron gegn Tjörfa og Róbert með skot, Aron Ver en Tjörfi dæmdur brotlegur þarna. Þeir eru nú miklir mátar Tjörfi og Róbert Aron. Það leikir saman með yngri landsliðum Íslands. Upp þau öll. Það voru í átjánalið Íslands sem vann silfurverðlaun á heimsmeistaramótinu í Túnis fyrir 4 árum. Þeir eru núna hér að klást í úrslitum Íslandsmótsins hins vegar. Pál á Jóhann Gunnar yfir á Róbert og Róbert brotið á honum og hýttum að vera, ekkert skald á loft hér. Haukar eiga 1 gult inni. Sveinn Þorgeirsson kom þarna út úr vörninni og braut á Róberti. Sigfús, Róbert. Höndi komin upp hjá dómurum, Sigfús Pál. Jóhann Gunnar reynir að koma boltanum á línuna. Á Haralda gengur ekki, Haukar fá boltan beint í hendurnar. Freyr kominn fremstur og Freyr Brynjarsson skorar 5. markið sitt. Enn einn gjöfin frá sóknarmönnum framliðsins. Henda boltanum beint í hendurnar á Aroni Rafni sem kasta boltanum fram. 14-8, 6 markas munur aftur. Sigur Eggertsson kominn aftur inn á Elías Bóasson í hægri skyttustöðuna. Róbert Aron og Sigurður aftur yfir á Róbert, hann út í hornið á Stefán Baldvin. Mátti litlu muna en að opna vörnina þarna. Sigurður kemst inn á sitt uppáhaldssvæði en skotið er í þverslana. Sigurbergur og Gísli Jón kemur með í sóknina núna hjá Haugum. Sigurbergur reynir að senda inn á Jón Þorbjörn, það gengur ekki. Framararnir fá boltan, löng sending frá Birni Viðari fram á Ólaf Jóhann og hann fyrir gegn og skorar. Þarna launuðu Haukarnir Frömmurinn greiðan frá því áðan. Gáfu þeim boltan beint í hraðaplöp. Ólaf Jóhann gerir vel. Örfendur þarna á Kringlasi, nei réttendur segir. Í örfendurstöðu Kringlasi vel inn í teginn. 14-9. 6 mínútur til leikhlés á Ásvöllum. Þeir kemur núna út fyrir og sendir boltan aftur á Tjörfa. Tjörfinn að komast fram hjá Stefáni, gengur ekki, kemur honum út í hornið á Gylfa og Gylfi í gegn og skorar. Gengur aftur upp hjá Haugum núna. Ævintýraleg sending frá Tjörfa af miðjunni út í hægra hornið. Í 9 af hverjum 10 tilfellum myndu svona ekki að hefnast. En það hefnast í dag, 15-9 fyrir Hauka. Gylfi sömulegis komið 5. Róbert Aron. Og Sigurður reynir að senda boltaninn um línuna beint í fótinn á Jóni sem fær, hann var ekki neitt, Sveinn Þorgeirsson fær gult fyrir peysutól. Hékk þarna hressilega í Garðari Sigurjónsssyni inn á línunni. Róbert Aron. Sigur Eggertsson yfir á Elías. Elías kvikur og nýtir sér hraðan og fyrir gegn og skorar. Vel gert hjá Elíasi. Minkamuninn í 5 mörk. Haukar taka miðuna hratt og missa boltan. Stefán Baldvin brunnar af stað. Elías Már er til varnar og Elías brýtur á ára þarna og fær sækjumundar brottvísun. Stefán skorar. Og
Framarar eru komnir af fullum krafti inn í þennan leik aftur. Annað markið hjá Stefáni Baldvini. Klaufalega gert hjá Elíasi, hleypur þarna undir Stefán Baldvin og brýtur á honum. Og fær 2 mínútna brottvísun, þá fyrstu á lið Haukana. Haukar voru svo fljótir að tapa boltanum eftir miðuna þarna. Elías var ekki kominn almennilega fram. Fjóra marka munur. 2 mörk í röð frá Frömmurum sem eru auk þess manni fleiri. 5 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Árni Steinn kemur þá inn á að nýju. Þórður Rafn Guðmundsson kemur í vinstra hornið hjá Haukum fyrir Frey. Það er að kasta með henni. Árni Steinn og Þórður hleypur svo inn á línuna núna. Tjörfi og Sigurbergur. Tjörfi aftur. Sækir af vörninni. Sendur á Árna Steinn. Árni Steinn kemur boltanum út í hornið á Gylfa sem missir boltan sem hafnar hjá Birni Viðari en Árni Steinn eldsnöggur tilbaka og hirðir sendinguna frá Birni. Finnur boltan aftur fyrir Haukana. Og Haukar aðra tilraun. Ný sókn og þá nýr tími. 70 sekúndur þar til Haukar eru með fullskipalið. Árni Steinn og Tjörfi hluti við Sigurberg. Stefán Baldvin vel vakandi fyrir framarana. Gylfi inn á Þórður Rafn á línunni og þeir hópast að honum 3. Stefán Darri Þórsson og Ægir lokuðu þarna vel á. Áfram heldur sókn Haukana. Árni Steinn, aftur kemst hann fram með Róberti, kemur boltanum í hornið og Gylfi skorar. 6 mörk frá Gylfa síni í fyrri hálfleik. Og fer í þannig úr þröngu færi. Björn Viðar stíga ólátt til hægri. Aftur 5 marka munur. Hálf mínúta þar til Haukar fullskipalið og Framarar galopna hornið fyrir Ólaf og Ólafur skorar. Ólafur Jóhann Magnússon. Ótrúlega segur í hægra horninu. Nú kringlaði hann sig ekki fram í Arni, heldur setti boltan einfaldlega yfir hann. Nýtti sín færi geysilega vel. Það voru 3 mínútur til leikhlé, 4 marka munur. Haukar aftur konum með fullskipalið núna. Tjörfi fer sjálfur og skorar. Tjörfi Þorgeirsson með 3. markið sitt. Það var ekkert að bíða eftir því að maðurinn kæmi inn á. Hvernig nær boltanum hérna fram hjá Ægi. Alveg blind fyrir Björn Viðar. Sér boltan alla fyrir hann er að klara fram hjá honum. Elías, Sigur Eggertsson, aftur yfir á Elías. Róbert Aron hinum megin. Sigurður aftur á Róbert. Garðar í kröftundansinn á línunni. Róbert Aron og Sigurður Eggertsson. Elías og Sigurður nær ekki skotið á markið hér og hér gerðist eitthvað inni á línunni. Og þarna margar hendur og mörg höfuð. Þá er oft hætt við því að einhverja af höndunum fari í höfuðinn. Þetta nú jafnvel hafa verið samherji sem að náði Mattíasi þarna. Það var Jón Þorbjörn sem fer þarna í andlitið á Mattíasi. Þetta yfirleitt varnarmanna hendur sem eru á lofti þegar svona er. Mattías staðinn á fætur að nýju og svo Framara heldur áfram. Sigurður og Róbert Aron. Elías, Sigurður, aftur á Elías og Róbert Aron kemur hér á fullum spretti og Elías aftur finn engar glufur á framvöldinni. Þetta er eintilautur að reyna að skjóta. Þessi fer í afturendan á Sveini Þorgeirsssyni og hafnar hjá Aroni Rafni. Haukar vinna boltan, tæpast 2 mínútur til leikhlés. 17-12 staðan fyrir þá rauðklæddu. Haukar geta náð aftur 6 marka fórustu sinni sem þeir höfðu hér á hann. Tjörfi og Árni Steinn. Þórður kemur út úr horninu og sækir Árna Steinn. Árni sækir að vörninni, lyftir sig upp með skot og skorar Árni Steinn Steinþórsson. Fyrsta markið hjá honum, 18. mark Hauka.
6 marka munur að 9. Það ægir hálfu skrefi of seinn til að verja þetta skot. Miskilningurinn var eins og þar hjá bakverðinum og sendernum hjá Fram. 1 mínúta til leiklis. Róbert Aron og Sveinn mætir út á móti honum og grípur hann hreinlega þarna. Dómararnir ekkert að stöðva tímann þarna þó Róbert hafi kætt sér meins. Hér er Róbert aftur. Sveinn brýtur aftur á honum. 46 sekúndur leiklis. Tíminn stöðvaður. Hann er að þurrka gólfið eftir Róbert Aron. Garðar og Sigurður ræða hér saman. Gæti farið svo að Sigurður reyna að lauma boltanum inn á Garðar. Hann á milli turnana tveggja í haukavörninni. Hér kemur Sigurður og með boltan inn á Garðar. Aron Rafn frá með vítakast dæmt á Jón Þorbjörn. Það þarf ekki oft, það þarf ekki alltaf allavega einhver flókin kerfi með 4-5 leikmönnum. Þannig að vinna 2 og 2 saman, ræddu stuttlega saman, beint í kerfið og fá víti. Tíminn stöðvaður, 76 sekúndur til leiklis. Aron Rafn til varnar gegn Jóhanni Gunnari Einarssyni. Jóhann Gunnar skora úr eina víti framar til þessa í leiknum. Hér er það annað og Aron Rafn ver. Fjórða skotið sem Aron Rafn ver. Setti höndin aldrei svo hann tekki niður og Jóhann Gunnar skaut beint í hana og Aron Kristjánsson tekur þá leik hér. 10 sekúndur eru eftir. 18-12 staðan, 6 marka munur, 30 mörk komin í þennan fyrri hálfleik strax. Bara beint í hérna 3 vinstri, 3 vinstri, 3 vinstri venjulegur, þú leysir á móti. Þetta með? Þannig að þú kemur bara upp í skoti, það er bara mögulegur, skot eða yfir. Helli, þú ert rosalega fljótur ofan í holdið. Þú ert yfir, rosalega fljótur ofan í holdið. Þetta með? 3 vinstri, inn leysir á móti, skotið, þú ert fljótur ofan í holdið. Stöngtu bara andra. Stöngtu skotið eða fá það. Stöngtu tilbaka. Koma! Já, 10 sekúndur hafa Haukar til að bæta 19. markinu við. Sigurbergur kemur hér til að útra sér loftið. Gylfi hleypur úr hægra horninu á móti og Elías Már brunar niður í hægra hornið í hans stað. Leikir við Skörfi. Reyna að koma boltanum inn á línuna. Framarar vinna boltan en hafa nægan tíma. Ólafur Jóhann og tíminn er liðinn. Þetta skot telur ekki. Ekki fóru Haukar vel með þessa lokasókn sína. Töpuðu boltanum í 7. sinn í fyrra hálfleiknum. Hvort lið búið að tapa boltanum 6 sinnum. Aron Rafn búinn að verja 4 skot, þar af 1 víti. Markmenn Framara hins vegar aðeins búinn að verja 2 skot. Ekkert sérstaklega mikil markvarsla í fyrri hálfleik. Eiginlega bara nánast engin markvarsla í fyrri hálfleik. 30 mörk höfum við hins vegar fengið, sem er alveg prýðilegt. Haukar búin að skora jafnmörg mörk í þessum fyrri hálfleik og þeir gerðu í öllum fyrsta leiknum hér á Ásvöllum fyrir 5 dögum síðan. Gylfi Gylfason búin að skora mest þeirra með 6, Freyr með 5. Hjá Fram eru þeir Jóhann Gunnar Einarsson og Róbert Aron Hostert með 3 mörk hvor sig og aðrir minna. En við þurfum að huga að því að heyra í aðstoðarþjálfurunum hvað þeir hafa að segja eftir þennan fyrri hálfleik. Mesti munurinn sem hefur verið í leiklið í þessum viðuregnum liðana til þessa og mér skilst að Haukur sé búinn að koma Daða Hafþórsson. Já, það er alveg fullkomlega rétt hjá Reynir Örn Daði. Þetta byrjaði allt rosalega vel hjá ykkur, þið geisluðu á sjálfstrausti en svo kemur hérna harkalegur 7-0 kafli fyrir ykkur. Já, þetta var akkurat það sem við erum kannski búin að ræða núna undanfarið, að við þurfum að halda áfram að vera skynsamir í sóknarleiknum og neypa þeim ekki upp í hraðaöflum og við ákvaðum að taka nokkrar mínútur í fyrri hálfleik og pröfa þetta að sjá hvernig færi og við erum einhvern 6 mörkum undir í hálfleik. Pröfa hvað þá?
Já, vera óskynsamir í sóknarleiknum. Þú veist, þetta er bara uppleggið sem við leggjum fyrir leik og við sjáum bara leið og við hættum að vera óskynsamir, eða skynsamir, að fáum hraðabröf í bakið og það gerist. Það komið kannski full mikið gleði í Róbert og Sigur og þessa menn? Nei, stundum þetta bara svona, ég meina, þú veist, það gengur ekki alveg 100% upp og við þurfum bara aðeins að endurstilla okkur núna í hálfleik og þetta er langt frá því að vera búið, það eru mikla sveiflur oft í handboltaleikjum, þannig að við erum svo sem ekki tættir en við vorum ekki að gera kannski rétta hluti eins og lagt var með fyrirleik. Þetta er smá orðaskipti við Anton og Hlinn þarna í hálfleik, varstu að koma sáttur? Nei, alls ekki, þeir eru búin að dæma bara leikinn bara mjög vel og það er alltaf eitthvað sem að maður finnst það yfir öðru en það er ekki neitt. Getið þið snúið þessu við? Já, ekki spurning, það er nógu eftir. Gangi vel að Óskar Ármannsson er hérna líka. Óskar, já, það er ekki hægt að segja annað en það líti allt ljómandi vel út. Þetta er mesti munur sem hefur verið á liðanum í hálfleik í þessari seríu. Já, ég meina við erum algjörlega upp á vegg og við þurfum bara að mæta til leiks og mér sýnist leikmenn hafa svarað því og við erum í góðri stöðu. Við erum að spila vel á mest öllu vígstöðum. Aron var svona aðeins lengi í gang en síðan fór datan í gang og við náðum fullt af hraðauphlaupum og þetta er svona eins og við erum að leggja upp með. Fannst það eins og sjálfstraustið væri ekki endilega orðið 100% kannski þegar flauta var til leiks en eftir svona 10 mínútur virtist hópurinn svona trú á verkefninu? Já, ég meina svona spennustigið kannski svolítið hátt og svona maður finnur það bara andrúmsloftinu í húsinu að það er mikið spenni í gangi.